Þarna sjáum við að kvika hefur hækkað núna 57% á innan við 1 ári. Og þrátt fyrir, við erum að tala gengið, þrátt fyrir það hafi verið tappað út. 23 milljarðar hafi verið greiddir til eigenda vegna sölunar á TM og 2 milljarðar arðgreiðsla sé inni vegna hagnaðar á síðasta ári. Þannig að við sjáum það að gengi komið upp vegna þess að þegar þú tappar svona fé út úr einhverju fyrirtæki, þá náttúrulega ertu búin að rýra virði fyrirtækisins. Það ekki við með kviku. Og svo eru rosalega, bara fjárfestar í kviku, þeir eru... Það bara hluthafar ársins. Þeir hlæja alla leið í næsta banka. Það eru hluthafar ársins. Í hluthafaspjalli þá eru þeir hluthafar ársins. Og ég ætla líka að fá að segja það að kvika náttúrulega í valdi Arion banka. Arion banki, sætasta stelpan á ballinu, bæði Íslandsbanki og Arion banki buðu kviku upp í dans. Kvika valdi, við vorum reynda búin að spá því hérna í þættinum, að kvika valdi Arion banka. Þrátt fyrir að Íslandsbanki hefur komið með ekstra álag, 10%. Vegna þess að það eru líka eigandatengst inn í kviku og Arion. Og við sáum það. Nú það verður bara að segjast eins og ég veit ekki hvernig þær viðræður standa og hvort að samkeppniseftirlitið muni yfirleitt leyfa samruna kviku og Arion banka. En allavega þá bara þegar við erum að ræða svona hluthafaspjall og spjalla hluthafa og hlutina, að þá hefur verið mikill dans í kringum kviku. Við getum bara orðað það þannig. Það ég sé að innherji Vísis, okkar ágæti félagi Hörður Ægisson, sem nú glöggum maður, hann meira sé að komið með bankastjóra sameinaðs félags og það verður Benedikt Gíslason. Já, mér finnst það almennt nú veit ég ekki hvernig hlutvöldin verða þarna, ég hugsa að kvika sé metið á 30 eitthvað % og Arion banki þá 60 plus og ef hittir 30 plus það gæti verið 35%, 65% skipti hlutvöldin, en almenna reglan Það gott fyrir Arion hluthafana, kvika metil hátt eða Við þurfum að fara aðeins svona í þetta. Nei, við þurfum að fara ofan í þetta vegna þess að þá tökum við bara markaðsverði í dag á fyrirtækjunum. Við þurfum að vera með þessar tölur meira á hreinu. Já, meira á hreinu. En aðalatrið það í svona samrunum og þá það yfirleitt bankastjóri stærra félagsins sem verður forstjóri áfram. Nema þeir verði 2 til að byrja með. Já. Ármann hefur nú reynst vera, menn hafa alltaf haft mikla trú á Ármanni, en Þorvaldsinni og auðvitað Benedikt búin að standa sig mjög vel með mjög sjóaður með Arion banka. Var hér mjög skemmtilegur og upplýsandi viðmælandi okkar hér. Þetta við kannski reynum að grípa hann fljótlega. Já, við ættum ef hann til í að tjá sig það.